Og ég þakka þér, Kristín, að það ekki að segja þér þegar stúlkur hvernig veðrið geta verið og við heyrðum það í gærkvöldi til þín Sólveig, ég ætla í morgun að þið vant að bara eina komum fyrir að vera hérna algjör vestmannengur, það er Sólveig og Sólveig, Ársdóttir. En nú komið að því að við fáum að heyra, en því miður ekki að sjá Kristín, við fáum að heyra ævisögu Oddgeirs Kristjánssonar og síðan loka Ballas og Kitty því að hvar væri nú Oddgeir eða það væri ekki með ljúfur tónar hans með að við verðum að fá að leyfa þeim að hljóma líka en Kristín, þú byrjar að segja okkur allt Oddgeir. Þetta kærlega fyrir, Kristín. Vona á ævisögu Oddgeirs Kristjánssonar sem vonandi kemur núna bara eftir, já, ég veit ekki alveg hvað. Við lifum skrýtna tíma og þetta spurningum flutning og bókin er í prentun í útlöndum og það bara spurning hvenær hún kemur. Og ég búin að vera að vinna þessu verki núna í mikla eitthvað á 4. ár. Fórum frekar hægt af stað en svo tók þetta að ganga og það er oft mjög gott að gefa svona verki góðan tíma því að það er ýmislegt sem kemur upp í hendurnar á manni, kemur í ljós sem að fyrir að leita því miður þá hann var sjálfur mikið hirður maður og það er tölvöld mikið til af bréfum frá hans vinum og ýmsum sem hann átti samskipti við en því miður lítið af bréfum frá honum því að það voru nú ekki allir mjög hirðusamir og því miður svo hræðilega mikið það að fólk hefur fært gegnum dánarbú og hendir bréfum. Til dæmis og nefna að það er til dæmis bara öllum gögnum Karls Guðjónssonar alþingismanns bara öllu hent. Þeir voru miklu vinir og það er til bréfum og Karl. Nú en ég byggi bókina þannig upp að fyrst er inngangur, ég ætla að lesa úr hérna fyrir ykkur og svo skipti ég bókinni í 6 meginkafla til þess að geta svolítið afmarkað þessi svið því Oddgeir hann kom svo víða við og fyrsti hlutin hann fjallar Vestmannaeyjar og svona þróunina í Vestmannaeyjum og fjölskylduna á Heiðarbrún, Oddgeirs og svo
svo fyrsti kaflinn svona aðeins hans æsku ár, svona hvað hann var að fást við. Hann var í fótbolta, hann var í tíf og hann var nú í Lúðrasveitinni sem var endurreist 1926. Hann var í skátunum og svo stofnuðu þeir svo kallar kakóhreyfingu sem hún fólst í því að ganga hér á fjöll, taka með sér einhvern prímus og búa til kakó og drekka kakó hér upp á heimafletti, Ístakletti eða einhvers staðar, var náttúrulega að vera sæmilegt veður. Nú annar hlutinn, hann fjallar, það er kafli með hans Svövu Guðjónsdóttur, konuna Oddgeirs, sem var hans lífsförunautur og mikið stóð og stytta, við erum nú mörg hér sem við erum eftir henni. Og síðan heimilið í Stafnesi, sem var afskaplega gestkvæmt. Það var frekar mamma, Oddgeir og Svava og Hrefnadóttir þeirra með sín 3 börn og svo Hildur, yngri dóttirinn. Og svo eru kaflar Átna úr Eyjum og Ása í Bæ. Og ég svolítið ánægð með þennan kafla hann Átna, það svolítið miður ákveðlega lítið verið hann skrifa ekkert, það var ekkert verið hann skrifa. Því að hann var, vita það kannski ekki margir að hann fyrir það að vera kennari og vera textahöfundur og hann var einn af forystumenn í TÍS, hann var í leikfélaginu og svo síðast en ekki síst þá var hann pólitíkus. Hann var satt í bæjarstjórn meira og minna frá 1942 til 1947 þegar hann veiktist af berklum og valdi að fara á Vífilsstaði. Og þetta er svo, hann var þá forystumaður sósíalista hér í bænum og þeir höfðu unni meirihluta í bæjarstjórn 1946 og svo veikist hann, þessi mikli hæfileikamaður, þetta er svo mikil sorgarsaga, hann átti aldrei afturkvæmt til Eyja. En hann hélt nú góðaskapni, ef ég hef tíma eða kannski taka eitthvað smá brot. Nú síðan er næsti hluti fjallar eiginlega svona tónlistarhlutan í, það að segja, hvað er áhrif á Oddgeir, hvað heyrði hann, hvað var í boði, kvikmyndirnar, þegar Ríkisútvarpið kom og fleira slíkt. Svo er það hljómsveitin, danshljómsveitin sem hann stofnaði, Jazzinn spila, var auglýst. Og svo tónlistarnámi sem hún tókst að stunda, kom aðeins betur það seinna. Síðan lögin hans og svona hvernig þau urðu til og þróuðust. Og svo langsinn svona hans feril sem tónskáld. Þetta er svona í kringum það, hvernig lögin hans fóru að heyrast í útvarpinu og svona, kringum það. Og svo er sérstakur hluti bæjarmáli, því að Oddgeir hann var líka í pólitík. Hann var sérstaklega á þetta kjörtímabil 46 til 50 að þá var hann varamaður í bæjarstjórn og vegna brottflutninga og veikinda Átna þá satt Oddgeir, hann satt 26 bæjarstjórnarfundi á þessu kjörtímabili sem var nú bara töluvert mikið. Og svolítið sem þróun bæjarmálanna og það sem var kallað rauði meirihluti sem að reyndar satt frá 46 til 54 og þá var bróðir Oddgeir sem var bæjarstjóri, Ólafur Kristjánsson, Óli Bæjó eins og við kallum hann og svona ýmislegt og svo kafli Oddgeir og bæjarmáli því að hann dróð sig, hann var í 8. sæti 1946 og kom í 16. sæti, 1950 hann satt í nefndum. Eitt af hans miklu áhugamáli það var Björnsafnið. Hann var að vinna með Þorsteini Vilhjálmssyni og fleirum í því að safna hlutum til safnsins og hann var svona skemmtilega sögur af því. Hans vinur var Jóhann Gunnar Ólafsson sem þá var sýslumaður á Ísafirði, hann var áður, hann flutti ball til Vestmannaeyja, var alinn upp hér og hann var bæjarstjóri hér í Vestmannaeyjum á tímabili. Þeir voru vinir, voru í Akogés saman og þeir skrifust mikið á og það er jafnvel svona, mikið
hirðirmaður og Jóhann Gunnar Ólafsson var, hann skrifa heilmikið sögu Vestmannaeyja, að þá eru bara til bréf frá Oddgeiri til hans frá 1952. Það vantar þar fram og það er einhvern veginn eyðilagst. Nú, síðan er hérna 5. kafli, 5. hlutin, hann fjallar lúðrasveit Vestmannaeyja og ferðir lúðrasveitanna, sem það var svona hluti af því að efla félagsandann og þar með var fræg ferð sem það var í til Tékkóslóvakíu og síðan er síðasti hluti fjallar Oddgeiri kennara og hérna lúðrasveitirnar í barnaskólanum og gagnfræðaskólanum þegar Ágúst fórum í og fleiri hérna fóru í lúðrasveitunum í barnaskólanum og gagnfræðanum og síðan fráfall Oddgeirs, skyndilega fráfall 1966 og mér langar ætla aðeins að byrja því að lesa hérna úr innganginum sem svona gefur svolítið vel til kynna hvað bókin er. Júlídagur í Vestmannaeyjum sumarið 1961. Sólin skín, fuglar syngja og flugur suða. Inn í bæ eru allir gluggar og útihurðir opin upp á gátt. Síminn hringir og pabbi svarar. Það er Oddgeir sem tilkynnir að nýtt þjóðhátíðarlag sé tilbúið. Nú vantar textann en það styttist í þjóðhátíð. Pabbi grípur jakkann sinn og bíllyklana til að fara heim til Oddgeirs og Svövu til að hlusta á lagið. Ég spyr hvort ég megi koma með. Það er sjálfsagt. Við setjumst upp í svarta skóttan og brunum upp á Heiðaveg 31. Þegar þangað er komið sest Oddgeir við píanóið og mjúkir tónarnir streyma stofuna. Lagið festist strax í minni mínu og hefur síðan verið í miklu uppáhaldi. Þetta var lagið sem síðar ber nafnið Sólbrúnu vangar. Það var fullt af sumri og sól, gleði og hamingju. Sumarið 1961 var unaðslegt, það get ég sannað með myndum, en þessi ár voru líka einhverjum frjósumustu í lagasmíð Oddgeirs Kristjánssonar. Árið eftir var Ég veit þú kemur þjóðhátíðarlag ársins, lag sem löngu er orðið að klassík. Hver var Oddgeir Kristjánsson 1911-1966? Hvaðan kom hann og hvernig var þessi ljóshærði strákur í Vestmannaeyjum að einu besta og vinsælasta dægulega tónskáldi landsins? Úr hvaða umhverfi var hann sprottinn og hvað mótaði hann? Hvað var að gerast í þjóðlífinu á hans allt og stundu ævi? Hvar kom hann við sögu og hver voru áhrif hans á bæjarlífi og menningu með Eyjum, á æskuna sem hann menntaði í tónlist og hver er arfur hans? Í þessari bók verður varpað ljósi á ævi og störf Oddgeirs Kristjánssonar tónskálds, fjölskyldu hans, vini og það samfélag sem hann hrærðist í. Oddgeir fæddist árið 1911 en lést skyndilega í febrúar árið 1966. Margvíslegar heimildir eru til hann, ekki síst það sem skrifað var hann á honum látnum. Sjálfur var hann feiminn maður sem tjáði tilfinningar sínar fremur í tónlist en orðum og þegar vinur hans Arnór Eyjum lést 1961 skrifaði Oddgeir minningagrein hann. Í bréfi sem hann skrifaði öðrum vini, Jóhanni Gunnari Ólafssyni, sem þá bjó á Ísafirði, sagði hann: Það er erfitt að skrifa vini sína, maður vill helst ekki bera tilfinningar sínar á torg. Tilfinningarnar komu fram í tónlistinni. Og hér kemur tilvitnun: Tónskáldið á sér tvenns konar líf. Hið ytra líf veruleikans og hið innra, þar sem tónar og hljómar spegla hræringar sálarinnar. Þessir heimar skarast á ólíkan hátt eftir því hver á í hlut. Þetta skrifaði Árni Hímir Ingólfsson Jón Leifs. Hinn ytri heimur var ráðandi í lífi Oddgeirs, stundir til að semja tónlist voru því miður stopular og tækifæri til mennta lítil. Hann reyndi sitt besta og tónlistin segir mikið hans innri mann og hugsjónir. Hún er rómantísk, oftast mjúk, létt og umfram allt falleg. Þetta er tónlist sem á að syngja og dansa við, vekja gleði og vellíðan, en stundum þó trega þegar bálið er gulnað og liðnir dagar orðnir að ljóði sem gleymt er flestum frá. Textarnir sem gerðir voru við lög hans lýsa flestir fegurð náttúrunnar, ást og yndi eða því sem ég vil kalla eyja ástina. Þetta er upp úr hérna formálanum og síðan ger ég grein fyrir svona
svona heimildum. Svo við langar aðeins að taka hérna brota, ég sem reyna að lýsa svolítið þessu umhverfi sem var að þróast með Vestmannaeyjum þegar Oddgeir er að fæðast og hvernig svona fólk bjó á þessum tíma. Upp á 1800 og 1900 fór eftirspurn eftir fiski sífellt vaxandi í stórborgum Evrópu. Íslenskur saltfiskur var seldur til Spánar, Portugals, Ítalíu og Grikklands og var mikilvægasta útflutningsvaran. Vélbátarnir sáu til þess að framleiðslan stórjókst, þörf skapaðist fyrir aukið vinnuafl kvenna og barna í landi til að salta fisk, breiða, þurrka og þvo. Ljósmyndir frá fyrstu áratugum aldarinnar sýna stórar breiður af saltfiski sem þurrkaður var með því að leggja hann á jörðina, snúa í sólinni ef hún gafst, stafla svo upp að nýju. Sveitafólk streymdi til eyja ofan að landi til að taka þátt í byltingunni, hefja nýtt líf í þéttbýli og bæta kjör sín. Það kom úr Landeyjum, Fljótshlíðinni, Mýrdalnum og austan af Síðu, svo dæmi séu tekið. Meðal þeirra sem fluttu til eyja á fyrstu árum aldarinnar voru þau Kristján Jónsson sem dreymdi að verða smiður og kom sér í smíðanám og Elín Oddsdóttir sem reið sig í vist. Þau voru foreldrar Oddgeirs Kristjánssonar. Það gefur augaleið að mikil þörf var fyrir smiði í sívaxandi bæ þar sem byggt var yfir fólk, fisk og þjónustu af miklum krafti. Mikil eftirspurn var eftir vinnukonum og var stétt þeirra fjölmenn því það þurfti að elda ofan í fólk á stórum heimilum, útbúa nesti fyrir sjómenn, þvo potta og þrífa vistarverur. Árið 1910 var íbúatalan komin upp í 1319 manns en húsnæðisskortur var mikill. Búið var í hverri kytru en einnig var farið að byggja ný hús. Sem dæmi má nefna að árið 1906 lét Einar Jónsson útgerðarmaður byggja garðhús við Kirkjuveg. Þetta var hús á 2 hæðum með risi og kjallara þar sem síðar var ekki bakari, kallað Vogsabakari, en hét Félagsbakaríið í eigu Jóns Vogfjörð og fleiri. Húsið var stórt miðað við flest önnur hús í bænum en það var líka fullt af fólki. Samkvæmt manntalinu 1910 bjuggu 6 fjölskyldur í því, alls 24 íbúar. Þar af voru 8 börn, 1 þeirra var tökubarn, 2 vinnukonur og 1 vinnumaður, 1 leigjandi og 2 sem skráðir voru afkomandi. Meðal íbúa í húsinu voru Gunnar Ólafsson kaupmaður, útgerðarmaður og Jóhanna Eyþórsdóttir kona hans. Gunnar og Jóhann létu byggja íbúðarhús í Vík við Bárustíg 11 árið 1912. Heimili þeirra gott dæmi fjöldan sem bjó í húsinu. Árið 1920 bjuggu 14 manns í Vík. Hjónin, 5 börn húsbænda, 1 annar barn, 3 vermenn, 1 hjún, þar sem vinnukona og 2 leigjendur. Leigjendurnir voru danskur járnsmiður og sonur hans sem titlaður járnsmiðurnemi. Og þannig svona lýsi ég þessu hvernig og síðan gerðist það að Kristján og Elín þau byggðu hús við Vestmannabrautina sem að fékk nefni Heiðarbrún, af því að það þótti svo langt upp í heiði og svo langt að fara. Og það beitist úr því held ég að fólk kannski var illa skóað og hafði nú lítið tíma til að vera að stunda svona göngur, svona fjarlæðaskil fólks var allt öðruvísi. Og ég segi frá ýmsum svona merkismönnum sem höfðu áhrif eins og hérna Örn Arnórsson skáld, Magnús Stefánsson sem átti nú mannstokka fyrsta fund og alveg sérstaklega fjalla ég Sigurbjörn Sveinsson, skáldið Sigurbjörn, barnabókahöfundur og skáldið Sigurbjörn Sveinsson sem var í miklu uppáhaldi hjá Oddgeiri og pappa og Árnur Eyjum. Þeir fjalla allir hann og einn eða annan hátt og Oddgeir, ekki margir sem viti það, Oddgeir átti frumkvæði af því að reisa minnisvarðan Sigurbjörn Sveinsson sem hér í kirkjugarðinum. Og ég segi sögum því. Og svolítið gafn því dæmi það sem að rekst á að ég fann, það voru til bréf sem var pabbi á sér bæ skrifaði Oddgeiri þegar hann var í námi í Reykjavík og þá segir hann með sögu sem starf af Sigurbirni og Sigurbirni hafði verið boðið í brúðkaups, 25 ára brúðkaups, afmæli þeirra Páls Skeving, Páls Oddgeirs sem var sonur sér Oddgeirs og Marthildar konu hans, nú man ég ómögulega hvers dóttir hún var,
það var 25 ára brúðkaupsafmæli og þá vitnaði Sigurbjörn í Njálu og orti: einu sinni Bergþóra áður hvað ung var í gefin Njáli. Matthildur ætlaði orða það: ung var í gefin Páli. Húmor í þessu. En það komum við hérna yfir í svona aðeins náms, hvernig Oddgeiri tókst að mennta sig. Og já, í gögnum Oddgeirs að finna texta skrifar í minnisbók sem gæti verið hluti af æviminningunum. Textin merktur riss, riss, riss. Ekkert meira að finna af svipuðum toga. Það sem athyglisvert við þetta minningabrot að þar lýsir Oddgeir draumum sínum og vonum, en hann var ekki vanur að lýsa tilfinningum sínum svo opinskátt í orðum. Þarna birtast einnig vonbrigðin sem fylgdu fátæktinni, en svo birti til. Og þessi texti þannig: hann var ungur og hugsaði hátt, en feimnin hélt honum alltaf frá því að tramma sig fram. Hann dreymdi það að verða frægur fiðluleikari og tónskáld. Fiðlugarmur hafði hann verið gefinn, en enginn í byggðarlagi hans kunni neitt með fiðlu að fara. Í frístundum sínum sat hann og spilaði eftir eyra sínu fegurstu lögin sem hann kunni. Hann grét oft yfir því að geta eigi neinnar þekkingar aflað sér á fiðluna. Grét líka yfir því að tónni var ljótur þegar hann spilaði. Það vantaði bæði hreinleika í hann og hinn guðdómlega hrein og tilbrigði sem hann hafði heyrt í fiðlu þýska snillingsins sem spilaði í byggðarlagi hans fyrir misseri. Það huggaði hann dálítið hann var sagt að hreinn og fallegu tónn kæmi ekki fyrir eftir margra ára æfingu og lærdóm. Hann hafði eigi átt fiðluna nema í 1 ár. Foreldrar hans voru fátæk og höfðu rétt málungi matar handa sér og börnum sínum. Sjálfur var hann að vinna baki brotnu og alla peninga að innvann sér fékk hann föður sínum. Oft datt honum í hug að aldrei mynda neitt geta lært vegna fjárskorts. Vonin var þó oftast yfirsterkari. Hann hafði heyrt getið og lesið ýmsa mestu og bestu snillinga þjóðar sinnar, hvernig þeir frá bláfátækt hófu sig upp, herra og herra. Hví skyldi hann þá eigin vera vongóður, treysta á Guð og sjálfan sig? Loks hafði hann safnað sér þessu upphæð að 4 mánuði gat hann verið í höfuðstaðnum við nám. Innilegur fögnuður gagntók hann hann lagði af stað til höfuðstaðarins. Þegar þangað kom fór hann á fund besta fiðluleikarans og talaði við hann nám sitt. Hjá þessu fiðluleikara lærði hann þessa 4 mánuði og tók skjótum og góðum framförum. En mikið var hann að leggja á sig. Sitja inni allan daginn við að æfa sig. En það var honum yndi og ánægja. Gangan að takmarkinu var hafin. Það hillir undir það í fjarska, en hægt, svo hægt að ekki verður hans svar. Nálgast hann það. Þetta sem textinn sem hann skrifaði. Í bréfi til Oddgeir frá vinum hans og Ólafi bróður hans sem stunduðu nám í Reykjavík undir lok 3. áratugurins voru þeir sífellt að ýta á hann að drífa sig suður. Haustið 1930 kom tækifærið og eins og fram kemur í texta hans hóf hann nám hjá besta fiðluleikarinn Þórarni Guðmundssyni sem kenndi ótal nemendum og átti stóran þátt í að byggja upp tónlistarlíf í landinu. Námsdvölin hjá honum var Oddgeiri ómetanleg. Oddgeir sem þessa mánuði sem hann var í Reykjavík þá bjó hann með Árna og Reyju. Svava, hún var í Reykjavík en þeir voru alveg staurblankir og áttu oft ekki gól til að hita upp herbergi og þar var að grípa til ýmissa ráða. Og það til kvæði sem var afmæliskvæði þegar Oddgeir var fertugur sem var á sín bæ orti og þar fjallar hann þennan tíma. Aðeins að leiða ykkur heyra af því. Reykt upp hver retta, rjálurinn að detta, ís á ofnið að taka, einn má ég vaka. Þá birtist Árnur Eyjum, ataður svarta kófi, taktu tösku þísa, tala ekki landsins bófi. Kom ég við í kol og salt, keypti ekkert, stolið allt. Legði ofniljóðurinn og leikti svo á garmindin. Fiðlar brekkjar sem fjörugur hestur, fárfiðri geysar, strengurinn brestur, á öndinni stendur Árni prestur, uppljómaður sem himneskur gestur.
Ekki sem sönn saga, Árni Reyr, hann laumaðist inn í Kol og Saft sem var þarna við höfnina í Reykjavík og stal hérna kolum. Þetta var erfið tíð. Nú, Svava, hún keypti gítar og gítarskóla en Oddgeir, hann svona hertók nú gítarinn. Aðeins segir frá því að þau semst eignast dóttur, nefnir Guðbjörgu, amma hennar Önnu, sem situr hér. Og þetta var svona frjálslynd fólk, þau voru ekki gift, en þau giftu sig í desember 1933 og þá var Hrefna Guðbjörg rúmlega 2 ára. Og það var ákveðið að skýra hana í leiðinni. Og þetta sem, ég veit ekki hvað þetta var í kirkjunni, alltaf tók athöfnin svolítið tíma og hún var orðin, og þeir sem þekkja hann vita, hún var svolítið snöggl og læg og sang og það sem ég datt í hug. Og meðan vel var að gifta Oddgeir og Svövu og þá sagði hún hátt og skýr: ég veit alveg hvað ég á að heita. Ég á að heita Hrefna Guðbjörg. Og svo kom hún að skýrninni, hún getur ýmdið að skýra og svona. Og þá sagði hún við prestinn sem var sér að Sigurður Magnússon sem var eftir þess að ég heitar ákveðlega virðulegur maður. Þá leist hún agalega vel á skýrnarkontið og spurði: má ég móti þessa fötu? Og svo sagði hann það þriðja sem hún sagði þetta. Það var hann pappi svo vondur við hann með mig, hann tekur af henni gítarinn. Ég myndi ekki að það var ekki svona hátilega stund sko. Nú, örlítið brot sem gaman að velta fyrir sem hvernig lögin hans urðu til. Það eru stundum svona duftulínur í höfuðlánum en það var brauðstritið var mikið og það var átt erfitt að finna tíma til þess að semja og Svava sagði mjög skemmtilega sögu af því og það semst þannig á 7. áratugnum urðu marga vinsælustu lögum Oddgeirs til, ekki síst þau sem sungin voru inn á hljómplötur. Það má nefna Heima, Síldarstúlkurnar og Gamla gatan. Svava Guðjónsdóttir sagði skemmtilega sögu af tilurð Heima í viðtali við Árna Jónsson. Þegar lagið Heima var til var Róbert Abraham Ottosson, fjölskyldavinur, Oddgeir var í honum. Já, var Róbert Abraham og það var mikið að snúast á heimilinu eins og gengur þegar gestir eru og því heldur meira dýrðir en venjulega. Mér brá heldur í brún þegar Oddgeir spurði mig einsinn hvort hann ætti að sækja nótt í Breiðholt. Ég var steinhissa, því slíkt hann aldrei gert í þau 27 ára áður. En á leiðinni náði hann miðpatti sem hann vantaði í lagið og þegar hann kom heim með mjólkina skrifaði lagið áður en að fór á Lúðrasveitar-æfingu. Þegar hann kom heim á æfingu var Róbert búinn að útsetja lagið og hann spilaði það fyrir Oddgeir fullt útsett. Síðan hefur það lag ávallt verið spilað þannig og Róbert spilaði það oft. Þetta lag og Báran þótti Oddgeiri best byggðu lögin sem hann samdi og var hann þó ekki gjarnt að gera upp á milli laga sinna. Gaf það eiginlega ekki.